Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið þið sæl. Í gær talaði ég hér við Unni Rán Reynisdóttur sem í fyrsta sæti fyrir sósíalista í Suðurkjördæmi og meðan hún var að tala og eftir að við hættum hér að þá fór ég að hugsa að hvað manneskis hún á bara brýnt erindi innan Alþingi. Alveg frjáls engum hagsmunasamtökum bundin og einn eða annan hátt. Þannig að ég vona sunnlendingar bara séu sammála mér. En núna eru komin úr í fjölmennasta kjördæmið, suðvestur eða Kragan. Kragan gáði það ekki vel við pressin. Það var einmitt verið að grínast með það, þetta settur prestin í Kragan, það þótti við hæfi. Já. En ég held að það hafi nú ekki verið út af störfum mínum sem ég var settur í þetta kjördæmi, heldur vegna hafnfirsks uppruna míns. Já, já. En fyrir þau sem ekki vita, því við erum ekki með nöfnin á skjánum, kannski eitthvað sem veit ekki að maður ég kynna mig sem sagt. Já, ég get gert það. Já. Sér að Davíð Þór Jónsson, þú náttúrulega þjóðþekktur maður. Það er víst. Já. En sem sagt, þú, það er ekki út af starfinu sem sóknarprestur sem þú ert að gera hvort á þér heldur. Ég var svolítið í fjölmiðlum á mínum yngri árum og reyndar get ég séð það svolítið á því hvort að fólk þekkir mig eða af hverju það þekkir mig, hver gamalt það er. Til þessi kjósendur sem eru 20-25 ára, þeir þekkja mig sem rödd rödd Sigmars í teiknimyndunum Svamp Sveinsson. Já. Að það er þetta að lesa sína teiknimyndir? Ég var að því tíma og það er verið að sýna þér ennþá þessar teiknimyndir sem ég las inn á, þannig að það er mjög margir sem þekkja röddin í mér. Hafi ekki hugmynd það að áður en það gerðist var ég í showbusiness í 13 ára. Áður en það var ég í útvarpi og sjónvarpi og dagblöðum og tímaritum og öllum tegundum fjölmiðla. Ég tók mér 13 ára námsleyfi frá guðfræðinni. Já. Og fór í showbusiness og fekk nóg af því og fór eftir í guðfræðinni. En það er svolítið munur á guðfræðinni og showbusinessinu svo eftir. Já. Þú er svolítið svona kaldi kallar, þú og Steinn Ármann. Já, ég meina við vorum gaggjert og vísvitandi að rugga bátum, að ögra og ganga fram af. Það var bara það sem við lögðum upp með. Að það var bara okkar þing að ganga fram af og ögra. En ekki eitthvað meining eða hugsun? Nei, við erum, ef þú þekktur okkur, við erum soddan ljúfmenni og öðlingar, þú veist, við bara lékum hlutverk, kannski sem við byggðum á ákveðnum skuggahliðum okkar eigin persóna, en einhverja síður hlutverk. Í dag mundi mikið af þessu ekki halda vatni, það yrði ekkert vel séð og okkur yrði sennilega slaufað mjög hratt og örugglega, ef við værum að bjóða upp þetta í dag, en á þessum tíma fyrir 30 árum eða þar bil, að þar var fólk í dag fattar ekki alveg hvað mín kynslóð. Það tala ekki þín ólst upp við mikla bælingu. Það mátti ekki tala hlutina og það var svo skýr fyrirmælum það hvernig mátti haga sér og hvað mátti segja að fólk bara nánast fekk fyrir hjartað ef einhver fór yfir strikið. Þannig að það sem við gerðum var bara, tilgangurinn með radíusbræðurum var að fara yfir strikið og það kallaði á hlátur og við og gerðu það, þetta tókst. Ég veit ekki hvort það yrði hlegið endilega að þessu í dag, enda þarf þess ekki, en ég held að þess hafi þurft á sínum tíma að hrista upp í þessu og eins og allar byltingar gera, það er ganga of langt og svo leita þær jafnvægis og við fundum þetta ekkert upp. Ég meina það var bylgja, ef þú skoðar það sem amerískir uppistandarar voru að gera á þessum tíma, okkar fyrirmyndir Eddie Murphy, kannski stærsta nafnið, í rótúrnum sínum, Rodney Rood, Billy Connolly,
aðrir sem ég gæti nefnt sem sem við tókum okkur til fyrirmyndar, allir á þessari línu og sko Eddie Murphy hefur sjálfur sagt sko að hann get ekki hort á roadtúrin sin lengur að því hann skammir sín svo mikið. Og sem betur fer eru nú ekki til neinn myndbönd af radíuskvöldum held ég. Vonandi, en mig langar ekkert að sjá þau í dag. Nei, skiljið mjög. En þið voru líka sjónvarpi náttúrulega. Já, svo við náttúrulega vorum miklu fáaðri og snirtilegri og fínni í sjónvarpi, sko. Jú, við svona fórum yfir strikið þar líka, en strikið þar náttúrulega allt annar staðar. Já, einmitt. Heldur en til dæmis koma fram í veislum þar sem fólk margt orðið ölvað og ég meina ef þú auglýsir radíuskvöld 2 klukkutíma upp í stand með okkur 2 þá ertu komin á okkar forsendum. Nákvæmlega. Þá ertu komin til að sjá okkur gera það sem við gerum. Þá erum við ekki að ryðjast inn á þig og það var alltaf svolítið erfitt þegar maður var að skemmta svona á einhverjum herrakvöldum eða einhverjum veislum eða einkasamkvæmum að það var enginn komin til að horfa á okkur. En á radíuskvöldum varstu komin til að horfa á okkur og þess vegna gátum við leyft okkur hluti sem við leiðum okkur ekki. Megum ekki nefna líka að þú varst ritstjóri á tímariti sem heit Bleikt og blátt sem var svona Dono. Það var tímarit kynlíf, erótík og kynferðismál og margir söpukveljur. Það var annar svona vettvangur fyrir mig til að rugga bátum, hrista upp í samfélaginu og ögra viðmiðum, sko. En þú myndir ekki vilja setjast núna niður og vera ritstjóri að saman tímariti? Nei, sko, ég tók við tímariti sem kom út 6 sinnum á ári og útgefnirinn voru að fara að hætta að gefa út af því að það seldist ekki. Það var bara bullandi tap af því. Þeir ákvaðu að gefa þessu eitt séns. Þeir réðu mig og gáðu mig bara frjálsar hendur, lyftu þessu upp og semst ég var í 50% starfi að ritstýra þessum 6 tölblöðum á ári. 4 árum síðar ég komin í 100% starf með aðstoðamann í 50% starfi við að ritstýra þessu sama tímariti sem kemur þá út 14 sinnum á ári og söluhæsta tímarit á Íslandi. Þetta bullandi success saga. En það einhverju sem atvinnulausir. Þá stóð ég upp og fór út og hætti. Og af hverju gerirðu það á þessum tímapunkti þegar allt gengur, það blússandi sigling og ekkert nema rífandi og bullandi success. Það var að því ég gat þetta ekki lengur vegna minnar eigin siðferðiskenndar. Þetta of erfitt, ég þarf að kyngja of miklu, ég með of mikið óbragð upp í mér þegar ég að gera ákveðna hluti. Þetta slísi bransi og ég get ekki lengur talið sjálfur mér trúum að ég sé eini hreini dropinn í drullupollinum, sko. Nei. Börnin mín að verða kynþroska. Ég vil að þau geti verið stolt af pappa sínum. Þannig að margt spilaðin í mér var bara á þessum tímapunkti þar sem allt var í bullandi blóma í kringum mig fann ég að ég var mjög ósáttur við hlutverkið sem ég var að leika þarna að ég var farin að ganga fram á sjálfum mér. Fórstu þá í halda áfram í guðfræðinni? Þá fór ég að þýða teiknimyndir og tala inn á þær. Fór af bleik og blá og réði mig til vinnu hjá Leikfélagi Íslands eins og hét þá. Svo það var ákveðin sorgarsaga í kringum það og það fekk hinn ýmsu nöfn þá til að það varð Sýrland hljóðsetning þar sem ég var yfirþýðandi og ég vann þar alveg þangað til ég hætti að drekka árið 2005. Þannig að það kannski líka spilar inn í að á þessum ferli, á þessum tíma ég hægt og rólega að verða veikar og veikar af alkoholisma, sko. Og eins og allir sem glímt hafa við alkoholisma vita að þá getur hann svona aðeins nartað í siðferðiskenndir. Ég þekki það í raun, sko. En þetta hefur þá verið barnefnið svo varst að... Já. Heyrðu, en þú klárar guðfræðina? Já, ég fer í guðfræðina aftur 2007 og tek stúdentspróf, BA-próf 2009 og held svo áfram tek kandidatspróf 2014
og hausti 2014 ég vígður héraðsprestur í Austurlandsprófastsdæmi og flyt austur á Eskifjörð. Þar í 2 ár, leið mjög vel og ætlaði ekkert að fara þaðan, var bara búin að koma fyrir. Við vorum eiginlega búin að finna draumahúsið okkar á Eskifirði, vorum svona veltaði fyrir okkur hvort við ættum að smella okkur á það. Við áttum 2 herbergja íbúð í Vesturbænum í Reykjavík og sáum fram á að við gætum selt hana, keypt stórt, fallegt gamalt einbýlishús á Eskifirði og átt afgang til að gera það upp. Þannig að en svo sá ég, þegar ég búin að vera þar í 2 ár, í raun og veru draumastarfið mitt auglýst, sem við Laugarneskirkju í Reykjavík. Ég hafði fylgst með starfinu í Laugarneskirkju með mikill aðdáun úr fjarska, með því sem Bjarni Karlsson var að gera þar, með því sem Sigurvin var að gera þar, og svo þegar Kristín Þórunn kemur og hælisleitenda málið stóra, þegar lögreglan kom og dró hælisleitendan út úr kirkjunni. Hún lét reyna á það hvort kirkjugrið hefði einhverja merkinga á Íslandi, þannig að ég var ekki, sem greinilega var ekki, að ég sá að þetta starf var auglýst laust til umsóknar og ég hugsaði með mér, þarna ekki bara umborið, heldur hefði á tilfinningu að þessi beinlega vænst af prestinum í Laugarneskirkju, að hann sé í fararbróti róttækrar og frjálslyndrar guðfræði á Íslandi. Og þess vegna var þetta svolítið draumastarfið mitt og ég sótti það og átti ekki vonaði að ég fengi það með frekar takmarkaða reynslu af presskap, virðulegt prestakall í Reykjavík, í fallegu húsi. En svo fór að ég hugsaði með mér, en það ekki víst að ég fái þetta ekki nema ég sæki ekki Þannig að ég lét umsókn flakka og niðurstaðan var svo að sóknarnefnd vildi endilega fá mig þarna til starfa og þar ég búin að vera í 8 ár núna með hliðum. Og nú situr hérna og nú sit ég hér. Og get ekki annað. Við spuksu fyrir framhaldsþjóðuna eða skjósendur í Kraganum að þetta brauta gengi. Já, eða ekki mér. Nei, af því að ég hef í sjálfu sér voðalega litlar pólitískar ambísjónir. Ég í draumastarfinu mínu. En ég kom hingað á félagsfund þegar Bjarni sleit, eða þegar ljóst var að þing yrði rofið og það var boðið til kosninga, að ég var með ákveðið samviskubit yfir því að hafa bara setið heima í stofu og fylgst með úr fjarska síðustu kosningum þegar sósíalistar voru svo grátlega nálægt í að ná inn manni og mönnum. Þannig ég kom og sagði, núna ætla ég að taka þátt og bara setið mig þar sem þið viljið hafa mig í, og ég einhvern veginn var kannski að hugsa einhvað eins og að skrifa og prófa að lesa kosningaáróður eða búa til slagorð eða gangi í hús með bæklinga, en eitt leiðir af öðru og einhvern 10 dögum síðar þá ég sendur heim að sofa á því hvort að ég treysti mér til þess að vera oddviti í Suðvestur. Eftir að vera rætt við fjölskylduna þá einhvern veginn sem sagt fannst mér ég ekki geta brugðist trausti félagana og ég sagði já. Þannig að það þannig ég sit ekki hér í krafti minna eigin persónu, heldur í krafti trausts félaga minna sem að báðu mig að taka þetta að mér og treysta mig til þess. Ég með þér á listanum, ég í heiðursætinu. Ég veit að þú ert í heiðursætinu á listanum. En ég hérti talaði þá talar svolítið velferð. Þú náttúrulega sem prestur, þú sérð kannski hliðar á mannlífinu sem við hinn sjáum ekki eins oft og ekki eins skýrt og þú gerir. Þannig að þar mjög margt sem við þurfum að taka til hendinni. Ég held að það hafi verið Dostojevski sem að sagði einhverju sinni það að finna til sársauka sýnir að þú ert lifandi, það að finna sársauka annarra sýnir að þú ert manneskja. Býttu nú í það. Ertu búin að lesa Moggann í dag? Nei, þar skrifar formaður Miðflokksins, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, langa grein innflytjendur. Og hann endar... Ég þarf greinilega að lesa þá grein. Já, það endar á því að saga okkar í 1150 ár og framtíð í veði, sko. Að öll saga Íslendinga frá landnámi
og framtíðin okkar er í veði með það að við getum snúið fólki við á landabarón. Þetta er bull. Nei, heldur það? Já, en þetta er sko mjög tessi. Búa til ógn úr okkar minnstu bræðrum og systrum sem er ekki neinni aðstöðu til þess að bera hönd fyrir höfði sér, fólki sem er í veikastri stöðu til þess að hræða atkvæðan út úr fólki. Þetta eru nokkur 100 hræður. Þetta er ekki bara hverfandi lágt hlutfall af fólki sem er statt á Íslandi í dag. Þetta er hverfandi lágt hlutfall af útlendingum búsettum á Íslandi. Þú veist, horfum á útlendingamál í heilsinni og það eru 10.000 útlendinga búsettir og starfandi á Íslandi. Þetta eru nokkur 100 hræður af þeim hópi sem að heita hælisleitendur eða umsækjendur alþjóðlega vernd, sem að nota rétta terminológíu. Verndarbeiðendur, skulum við kalla það. Í bara daglegu líf okkar, að þá hittum við þetta fólk. Ég í næsta húsi, brauð og kó, mjög gott að taka cappuccino með mér. Þar þarf maður að panta á ensku, ég fór þangað í gær. Er ekki flóknara það? Nei. Þú getur meira sér bent. Mér finnst það bara ekkert vandamál. Getur maður ímynda sér, ef fólk sem er ekki talandi á íslensku er kannski í umönnunarstörfum, kannski meðal, eldra fólk sem að kannski er ekki gott, en við erum þá bara að setja metnað okkar í það að íslenskukennsla sé í boði. Já, við erum fyrst að losna við það að þetta fólk sé eitthvað verra en við. Við erum bara að horfast í augu við þetta fólk er nauðsynlegt og við erum að vera nauðsynlegra heldur en við. Við erum í hagkerfið okkar byggir á erlendu vinnuafli. Verndarbeiðendur og flóttafólk er sáralítið brot af þessu erlenda vinnuafli sem að við þurfum. Við eigum ekki að vera að fókusera á þessa litlu hópa, við eigum að greiða götu þeirra sem vilja setjast hér að og hjálpa þeim að aðlagast. Inn í því er að kenna þeim íslensku. Svo þau verður hluti af samfélaginu. En samt mögum ekki gera mikið úr því að það fólk þurfa að fara eitthvað hraðnám í íslensku. Sko, þú þarft ekkert að fara í einhver hraðnám í íslensku til þess að selja þér snúð. Nei, alls ekki. En þegar þú ert að baða gamla konu sem talar ekki orði í neinu öðru tungumálun en ensku, þá nú betra að þið getið átt einhver tjáskipti. Þannig að það fer svolítið eftir því í hvaða umhverfið þú ert. En það eigi að vera í boði fyrir þá að við erum að leggja metnað okkar í það að taka vel á móti þessu fólki. Því það hefur verið reiknað út að 30 útlendingur sem sest að á Íslandi, að hann skilar 85 milljónum í ríkiskassan. Í sköttum og neyslusköttum á þeim tíma sem að... Já, fyrir utan verðmæti sem að skapa með vinnunni. Fyrir utan þau. Nú er ég bara að tala um krónur og eira. Sko. Þannig að það er bara mjög góður business að setja pening í það að greiða fyrir og auðvelda þessa aðlögun og hjálpa þeim að kominga, hjálpa þeim að setjast hér að þú verða hluti af samfélaginu. Og það, sko, það hvort að framtíð íslensk samfélags í húfi, guð minn almáttugur. Sagan okkar líka. Voðar, sko náttúrulega, fortíðin okkar verður bara strókuð út. Það verður bara kveikt í handritunum. Íslandssaga Jónasar frá Hriflu verður bara brend á báli. Þetta er bara bull. Ég veit það. Og Ísland hafi verið markasett sem fyrir glæpalýð, sko. Það er annað bull líka. Ég veit svo sem ekki hvernig þetta gerist í undirheimunum, ég aldrei verið þar. Sko, við erum partur af alþjóða samningum frjálst streymi vinnuafls milli ákveðinna landa. Þessi erlendi glæpalýður er ekki að koma í gegnum hælisleitendakerfið. Hann er ekki að koma í líki flóttamanna. Hann er að koma í gegnum alþjóðlega samninga frjálsfræðið vinnuafls sem við getum ekkert. Já, og ferða líka bara. Kannski glæpamaður sem kemur líka, hann allar ekki kannski að fara að vinna. Við getum farið inn í hvaða Evrópuland sem er og En sko, þannig að ef að vandamálið er útlenskar glæpaklíkur sem eru að koma hingar og hreiðra sig, ég þekki það ekki nógu vel, en ég ætla ekki að efa að það sé einhver flugufótur fyrir slíkum fullyrðingum. Við sáum þetta hræðilega morð sem var framið þarna, sem albanska mafían á Íslandi var einhvern veginn tengt við. Ég er ekki að segja þetta sé ekki til staðar. Það sem ég er að segja að verndarbeiðenda og flóttamannakerfið okkar er ekki að hleypa þessu fólkin í landið. Nei, einmitt. Þetta er fólk innan Schengen sem er að koma og við ráðum ekkert við það. Nei.
okkur ber skylda til að hleypa þeim inn í landi. En auðvitað ættum við þá líka að geta sko við fyrst annað brot að hafa rétt til þess að vísa þeim úr landi sko. Það er ein mikil villa í umræðinni, hún er svo að ef hingað kemur útlendingur erlendur glæpamaður og hann brýtur af sér og þá er bara rekan úr landi þá er vorin gósen fyrir útlendingur, glæpamenn því það er engin refsing, bara rekn út af Íslandi er allir hvort það er ekkert að vera en ég var þá kannski meira að meina ég er ekki að segja þú að nei, af því að þetta eru að þeir sem eru nappaðir eru nú yfirleitt ekki höfuðpaurarnir heldur oft fólk sem er í mjög veikri og erfiðri stöðu og höfuðpaurarnir eru með hafa einhver tök og ég vil þvinga sko til að það er sko sósíalistaflokkurinn hann leggur mikið upp mannúð og við séum gott hvort við annað og lifum í samfélagi þar sem ekki verður skortur og ég ólst upp við fátækt tímabili æsku minnar og ég veit alveg hvað það er og svo lánsum að mamma vann í bakari og þá sagði þegar hún var að fara heim tækt hún eitthvað handa strákonum sko þannig að við eiginlega lifðum á bakari svona seinni 2 vikur í hverju mánuði sko en sem var ágætt sko þetta var bakari nei en þetta er sko flokkurinn er svolítið þarna sko ég hélt að fátækt, raunveruleg fátækt sárafátækt á Íslandi væri bara ekki til eða væri sáralítil og þetta væri þá eitthvað sko ógæfu fólk, þetta væri einhver fólk með alvarleg geðræn vandamál sem væri þá óvinnufært og fíknisjúklingar einhverjir svo er ekki og ég stend mig að því að hafa bara orðið vinstrisinnaðri jafnt og þétt síðastliðin 10-20 ár þegar ég horfi á samfélagi kringum mig og svo þegar ég verð prestur og ég fer að kynnast því að sko ósýnilega fólkið er komið kjökrandi inn á skrifstofu til mín að grátbiðja að hjálpa sér að eiga fyrir mat og ég eins og ég sagði áðan ég er manneskja ég finn sársauka annarra og mér blöskrar og eitt svona tilfelli er einu tilfelli of mikið og svo sér maður tölur að það eru 10.000 börn í Reykjavík að alast upp fyrir fátækt sjáum nýlega könnun sem sýnir að tæplega 20% nýjar á barna í Reykjavík hafa farið svöng að sofa af því það var ekki til matur í samfélagi sem stjórnvöld stæra sig af því að sé eitt af þeim bestu í heimi og ég allir þetta efast það að meðaltalið sé gott og fullt af fólki hafa það gott á Íslandi það bara segir nákvæmlega, það bara segir ekki neitt því eins og ég hef sagt áður að maður sem er annan fótinn í glóandi hrauni og hinn í klakafötu, hann hefur það meðaltali nokkuð gott. Þannig að hve gott þurfa þeir sem hafa það best eiginlega hafa það til þess að meðaltalið sé gott þegar þeir sem hafa það verst eru svona margir og svona bágstættir. Af því að sko, það þarf enginn að segja mér að fólk leiki sér af því í leti og lævísi að fara til press að gera sér upp grátur til þess að biðja skítinn 15.000 kall á bónuskorti og pening sem þeir geti ekki eitt annars staðar heldur en í bónus. Þetta eru þung skref. Það stígur þau engin ótilneyddur. Nei, ég mætir umræðu. Af því að maður sér hvað það sko, af því að fátækt er ekki bara það er ekki fyrir mat. Fátækt er þú sviftir fólk mannlegri reisn. Af því hvaða mannlega reisn er í því fólkin að þurfa að fara og einhver út í bæ til einhver sem þú hefur heyrt að hafi hjálpað einhverjum einhver tíman og grátbiðja ölmusu. Já. Þú veist, það er búið að taka mannlega reisn af fólki og barn sem elst upp án mannlegra reisnar, það fer ekki þarna út í samfélagið. Ég ætla ekki að segja að það geti ekki gerst, en við getum ekki gert þá kröfu til slíks barns að það fari út í samfélagið og elski það og virði og finnist að hafa einhverjar skuldbindingar við samfélag sem aldrei hefur sýnt því annað en lítilsvirðingu og fyrirlitning. Já.
Ég man eftir umræðum sko heima þetta svona félagslega aðstóð og mamma sagði alltaf í lokin, nei, hún vildi það ekki sko. En of stolt til að þykja ölmusu. Já. Og okkur finnst líka hún og stolt til að láta bara afa vita þessu, það er svo mjög góð maður. Já. En svona þetta. En það er þannig fullt af þess að ég þoli ekki fátækt. Ég hef reynt hana, ég bara þóla hann ekki. Ég þoli ekki á meðalokkar sem fátækt fólk. Já. Sko ég er alin upp í mjög vernduðu millistéttarumhverfi. Í Raðhúsi í Hafnarfirði. En það voru ekki allir í mínum bekk til dæmis jafn hefnir. Nei. Sumir strákar voru þarna til mjög mikill að vandræða. Ég man eftir einum, amma prjónaði handa mér húfu, afi minn var hæstaréttarlögmaður og amma var fín frú í Vesturbænum í Reykjavík, hæstaréttarlögmannsfrú. Hún prjónaði handa ömmustráknum sínum ofsalega fallega húfu og fyrsta daginn sem ég með þessa húfu kemur þarna strákur sem var bara alræmdur brjálæðingur, rífur hana af mér og hendur henni í svona olíudrullupoll og stappar á henni. Og ég fer með hana heim og pabbi verður alveg brjálaður, fer heim til stráksins, bankar upp á að það bara ég man hann kom tilbaka, hann var fölur, hann var í sjokki og sagði bara, Davíð minn, þetta er fólk sem þú skalt ekkert vera að vera að skipta þér af eða vera í neinum samskiptum við. Að því að fyrir hann sjokkið að koma inn á þetta heimili, sjá ástandið á því, sjá ástandið á foreldrunum, átta sig á baklandinu eða allir fullkomnum skorti á heilbrigðu baklandi sem þessi drengur var að díla við, gerði það verkum að hann bara hrökklaðist burt. Og upplifði náttúrulega sjálfur algjöran vanmátt og valdleysi gagnvart situasjóninni sem er svo vont sko. Að þú veist, ekki get ég rifið drengin út úr þessum aðstæðum. Þú veist, einu sem ég get gert er bara að hverfa inn í runnan eins og Homer Simpson og bara láta eins og ég hafi ekki verið hérna og bara vita þá af því að þarna er einhver menningarkimi, talandi skörun menningar heima, sem að ég vil bara, eða einhver menningarkimi sem ég vil ekki að minn menningarheimur skarist við, sko. Já, þetta er svona. Heyrðu, en hérna, sko, þegar að fólk er frambjóðendur, er á ferðinni og þeir alltaf inn á einhverja vinnustadi og eitthvað svona. Þú er svolítið erfið með þetta, þegar við á vinnustad sem er kannski Hafnarfirði, búa kannski, sko, vinna kannski einhverju sem úr Reykjavík sem er ekki þínu kjósendur. Sko, þetta er voðalega skrítið að þessi 3 kjördæmi hérna á höfuðborgarsvæðinu eru náttúrulega ákveðin óskapnaður vegna þess að þau eiga ekkert sitt hvora hagsmunana gæta eða sitt hvora málefnin efst á baugi. Þetta er eitt atvinnusvæði og í raun og veru eitt byggðarlag þó það sé klippt upp í þessar einingar og það er engin sko, náttúrulega eða söguleg landamæri oft á milli, þú veist, Kópavogs og Garðabæjar, það er bara einhver stjórnsýsluleg lína sem er dregin. Það er ekki grein fyrir stundu hvort út í Kópavogi er Reykjavík. Já, eða þú veist, ef þú keyrir út á Seltjarnarnes þá bara keyrir einhver staðar á Nesvinu frá Steinisfirði og nú ertu komin í nýtt sveitafélag en þú ert bara komin ennþá vestar í Vesturbæinn. Þannig að sko, ég held að við getum ekki í raun og veru fókusi á, ég er í framboði Reykjavík norður og þá ætla ég ekki söður fyrir hringbraut, söður fyrir Miklubrautina í aðdraganda kosninga, af því að fólk fer norður og suður yfir Miklubrautina. Og milli kjördæma bara á einni mínútu. Nákvæmlega, sko. Að fólk býr í einu kjördæmi og vinnur í hinu, sko. Og eins með suðvestur, sko. Já, sérstaklega, sko, þetta er náttúrulega fjölmennasta kjördæmið. Þannig að þetta er svona, hefur þá sérstöðu og flesta þingmenn þess vegna. Já, og svo er það svo sundurlaust, það er svo tætt. Þetta er, þú veist, Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur, Mosfellsbær, Seltjarnarnes, eða Mosfellsbær og Kjósarhreppur og Seltjarnarnes. En svo er Kjalarnesið aftur Reykjavík? Svo Kjalarnesið er síðan Reykjavík norður, sko. Norður, já. Þetta er voðalega skrítið og bara líka þegar svo ákvörðun var tekin að skipta Reykjavík í 2 kjördæmi og nota, sko, Miklubrautina.
frekar heldur en skiptinu 2 kjördæmi og nota til dæmis einhvað eins og Elliðaárnar. Já. Sem allir svona... Já, þú veist svona nokkur veginn hvorum megin við Elliðaárnar þú býrð, að því síðan þarf að leiðrétta hlutfallið, þannig að sko kjördæmamörkin fara svona aðeins inn í Grafarholtið til þess að taka svona pínulitla sneið af Grafarholtinu og setja yfir í Reykjavík norður til þess að jafna það er svoleiðis, ef þú fylgir og þetta þarf að endurskoða fyrir hverja kosningar, hvar er að láta kjördæmamörkin liggja núna, þannig að ef þú býrð við Miklubrautina, þá getur vel verið það til þess að jafna atkvæðin jafna fjöldan í sitt hvoru kjördæmi að það verið dregin einhver lína út frá Miklubraut utan þig til þess að færa þig yfir Miklubrautina í kjördæmi, þetta er eins vitlaus og mest getur verið. En hvernig hefur þetta gengið? Hvernig hefur þetta gengið? Hvernig hefur þetta tekið? Ég finnst þetta, þetta er ekki alveg að marka, af því að maður er í þessum hverju Ísvaldan Bergmálsselli, skilur maður er hér á skrifstofun að vinna með skoðanarsyskinum og maður fer út og fólk er kurteist og almennilegt og er ekkert að segja helvíti sósíalistar, eitthvað við mann þannig að maður verður ekki var við annað en bara mjög jákvæð viðbrögð og fólk er að hlusta á okkur og af því sem ráðið verður af skoðanakönnunum sem ég vil taka fram í með miklum fyrirvara þau kannski sína í mjög grófum dráttum einhver landslag að þá fæ ég ekki betur séð en að það sé rétt skilið hjá mér að fólk sé að snúast á sveif með okkur Sko við erum að sjá náttúrulega búið að leggja mjög mikla vinnu í þetta þetta er náttúrulega fyrir svona nýja flokk að vera með í öllum kjördæmum þetta er mikil vinna gríðarleg og gríðarlega mikil fjöldahreyfing á bakvið þetta og þetta er ekki bara við oddvitarnir þó við lendum í því þú veist að verða svolítið andlit hreyfingarinnar en sá árangur sem við erum að ná er ekki árangur sem við oddvitarnir erum að ná heldur er árangur sem við sem hreyfing erum að ná saman En þú ert ekki búin að vera í einhverju sjónvarpið þar sem að þið oddvitarnir hafi allir komið saman? Ekki alveg allir oddvitarnir ég var í þætti hjá RÚV á mánudaginn var í ríkissjónvarpinu þar sem að oddvitar flestra flokka voru í kjördæminu að vísu mætti Þorgerður Katrín ekki og Bjarni Ben ekki heldur sendu varamenn fyrir sig þannig að ég veit ekki þau hafa sjálfsagt haft góða ástæði til þess ég ætla ekki að segja það og það er náttúrulega líka flokkar þurfa kannski að sína flokkar sem eru berjast við að ná kannski öðrum eða þriðja manni á lista inn þurfa kannski að sína þá og leyfa þeim að skína líka en jú og mér fannst en gallin við þessar umræður þar sem að eru fulltrúar allra flokka og allir eiga að fá jafn mikinn tíma er hér er spurðt viðamikillar spurningar þær breytingar sem þú vilt gera á fjáröflun ríkissjóðs og þú hefur 30 sekúndur nú þannig hvernig ætlar að svara þessari spurning þú veist það endar með því að þú veist ok og nú eru allir leiðtogarnir að gemma slagorð í 30 sekúndur og hinn á þessa málaflokka þannig að ég sakna þess svolítið í fjölmiðlaumfjölluninni það hafa verið ánægjulegar undantekningar frá því þar sem að hefur bara verið valdir fáir einstaklingar þar sem hefur náðst einhvað samtal og þar sem að maður hefur fengið tíma og rými til þess að útskýra og fara aðeins í sauman á hlutunum en ekki bara að útlista eitthvað í grófum dráttum. En þú varst á Vís í dag? Já, það var mjög ánægilegt. Já, þú voru ekki bara 4? Við vorum bara 4 og mér fannst við alveg bæði ná að tala saman af hreinskilni og virðingu en leið að skýra þokkalega vel okkar áhersluatriði og hvað greinir þessa 4 flokka að sem þar voru En það er í þínu kjördæmi eða okkar kjördæmi þar eru náttúrulega svona foringjar, það er Bjarni, það er Þorgerður Katrín og svo náttúrulega Bergþór Ólason og náttúrulega Arnar Þór Jónsson sem er formaður flokksins og Guðmundur Ingi Kristinsson sem er mjög áberandi og þannig að þetta er Willum Willum, já
Káringurinn, já, en þetta er svona þungavíkt að kjördæmi, já, og Alma Möller. Já. Þetta er svona kanonur sem sittur hérna með einhverju undirmálsfólki í pólitík. Já. Sko, ég held nefnilega að í þessu tali frægðarvæðinguna, svo kalluðu, að þá horfir fólk ekki alveg á það hvað íslenski stjórnmálamenn eru intimiderandi. Að þú veist, fyrir nýliða að ætla að fara í þessa þungavíktarmenn, atvinnumenn í pólitík, þau reynda pólitíska slagsmála hunda, hafa gert þetta milljón sinnum áður og kunni þetta aftur og baka áfram, ætla að koma bara út af götu og reyna að standa upp í hárin á þeim. Það var bara uppskrift að opinberri niðurlægingu fyrir hvern sem er. Þannig að ég held að það sé ekki á nokkurn mannleggjandi og ég skil það mjög að fólk sé hrætt við þetta ef það hefur ekki komið sér upp einhverju ákveðinni fjölmiðla reynslu. Að fólk sé ekki sviðsvant, að fólk sé ekki vant því að standa fyrir framan fólk og tala. Af því að ef að það er eitthvað nýtt fyrir þeir í þessari situasjón, þá ertu ekki að fara að standa þig vel. Þannig að Þú er mjög reyndur. En hvaða fólk er það sem hefur þennan bakgrunn? Það er fólk sem á það sameiginlegt að vera það sem kallað er frægt. Skilurðu? Þannig að þetta er ekki frægðarvæðing stjórnmála, þetta er bara við erum að leita fólki sem að getur þetta, sem er vant þessu og það er voðalega erfitt að finna manneskju sem að kann þetta og er með þessu sem að hefur ekki á einhvernum sem er ekki það sem við köllum frægur. Þannig að hvort sem það er prestur eða leikari eða landlæknir eða yfirlögregluþjónn, einhver sem er vanur að standa fyrir svona myndavél og tjá sig og lætur það ekki slás út af lagin. Það er nú held ég ástæðan fyrir þessari myndu frægðarvæðingu að þú veist, fólkið sem þorir í þessa hákalla er fólk sem hefur gert þetta áður. Já, ég held það. Það er náttúrulega fyrir ykkur sem óvanur og verður bara stressaður og svitna. Sem bara svo eðlileg viðbrögð. Já. Og svo gleymir öllu sem það ætlaði að segja, sko. Ég hef alveg verið þar. Ég hef ekki viljað vera í þeim sporum sem ég er í núna í síðustu eða þarsíðustu kosningu, sko. Nei. Réttum tími. Við ætlum segja þetta bara gott, við ætlum að tala svona meira út frá stefnuskránni, við gerum það bara óbeinan hátt. Töluðum réttlætiskendina og samkendina og það eru sem stór mál. Sko, og ef við höfum að tala sósíalisma þá eru þessi tvö hugtök eiginlega í mínum huga það sem kjarnar sósíalisman. Samkend, réttlætiskend. Já, það er fínt. Við höldum henni. Davíð, þakka þér fyrir. Takk fyrir spjalli. Já, ég leiði að þakka Davíð Þór Jónssoni fyrir að setja hérna með mér. Þá erum við líka að ljúka þættinum í kvöld. Rauðaborðið er að kveðja sinni, verður aftur náttúrulega morgun. En rulluna hans Gunnar Smára sem að fer með alltaf í lok þar þáttar sem hann stýrir. Ég kann hann ekki utan að, en þið kannski hafið heyrt hana, jafnvel oftar en ég kannski, en sem sagt Rauðaborðið kveður að sinni og aftur fullu þáttur á morgun. Sæl að sinni. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.